og það byrjaði eiginlega þannig að sko það hefur átt að cancela mér nokkuð oft og ég man eftir mómenti þar sem að við erum hérna farin í IR og þetta hérna eftir að þjálfarinnir senda út yfirlýsingu að þá gerist eins og gerist í dag, þá opnaði svona algjörst skotleyfi á mig og þá bíða heitirarnir með mjög skipulaðar aðgerðir og það var einn mamman sem að átti stelpu sem var með kvíða sem að, þú veist, þetta eru pet project hjá mér, kvíðaböld þú veist, bara, ef þú vilt nördsnæpa mig og bara að ég hafi hug minn allan við eitthvað, þá kemur með kvíðaböld á æfingu það er bara ekkert sem að mér finnst meira skemmtilegt og og þetta er semst, mamman er ekki að fara eftir fyrirmælum frá mér ég er bara að segja, ef ég á að taka hana þá verða ákveðin hlutir að vera til staðar og svo gerist það það kemur eitthvað svona altercation, það sem að mamman er ekki að standa sig eitthvað og dóttirinn er eitthvað allar ekki að vera með á æfingunin er með þegar mamman er að koma inn og svo hleypur hún í burtu grátandi og mamman kemur og segir þú búin að skemma allt og eitthvað og ég bara, býtu hún getur ekki bara hoppað inn og eitthvað og ég nú, að sko vandamáli hjá henni var sko að hún var annarkvæmt að gefa rosalega eftir eða þá hún var rosalega hörð en það var ekkert consistency þannig að stelpan bara svona var rosa ringluð og svona reiða einhvern veginn á vaðið með það bara, hún var alltaf að reyna að stýra aðstæðanum þau þurfa svolítið að finna það sko að þau hafa ekkert val í aðstæðum sem við foreldrarnir vitum að þau geta sem að díla við það er bara svolítið önnur pæling sem að þarf að útskýra bara setna og svo hjólaði hann í mig fyrir framan einhverja foreldra og hún á kvíðabarn sem að er bara á bugl og svo er stelpan hennar þarna og ég sem sagt hreyti út mér fyrir framan þarna einhverja foreldra þegar hún er að ráðast á mig þarna og ég segi bara, á einhverjum tímapunkti þá þarfst þú bara að fara að taka á bara börnunum og þetta var bara nótið þess að þessi kona hefur hatað mig í 8 ár þegar hún var niðurlega, hún sagði að þú veist ekki hennan sjúkdóm kvíða ég sagði, sjúkdóm svo að kvíðan líka og þannig að hún tók enga ábyrgð á þessum aðstæðum svo þegar ég kom í stjörnuna þá hatar formaður stjörnunar mig svo mikið sko að hann fær þessa konu til liðs við sig þau senda einhverjar rosa skrýtnar og ég er sem að gera það bara opinbert bráðum brefið sem að þau sem sagt senda inn til dagblaðsins og þetta var nú ekkert rosalega gróft sko en ég var bara svo mikið skítseiði það var aldrei beint talað eitthvað sem ég hefði gert alveg bara pjúra en ég var bara svo ömulugur gaur og svona og þetta dagblaðið sendi mér greinina og segir þetta verður forsíðu frétt fyrir 8 árum síðan og ég sagði bara shit og þá tók ég ákvörðun og ákvörðun var svona ég læt aldrei beygja mig og ég fór að hugsa mun einhver koma og bara saka mig að vera pedofíl þú veist bara hvað er næst þannig ég er undir þetta allt búinn og ég get ekki gefist upp eða að því að pældi í þessu ég er ennþá að þjálfa og það búið að reyna að cancela mér aftur og aftur og aftur og aftur hversu mikil rugludallur á ég að vera að nenna þessu þú veist þannig að fréttin kemur og þegar foreldrarnir heyra þetta að þá fara þau að hafa samband við dagblaðið og segja ok, ef hún kemur þetta þá þarf að ræða þetta frá öllum hliðum við vorum á staðnum, sáum hvað gerist þá sendi blaðamaðurinn mér á föstudegi áður en þetta koma til laugardegi herðu hún hefur dregið allt tilbaka og fréttin og henni er missaga og dagblaðið sagði okkur er ekki stætt á að byrta fréttina og ég var bara svona I'll be damn og svo fer formaður stjörnunar á þeim tíma í rógferð þar sem að hann var sjálfur að hringi fólk sem var að læka eitthvað sem vorum að gera og segi, þú ert að læka þetta henni á Brynjari leið mér að senda þér þessa grein þannig að þá var þetta bara farið í svona face to face campaign og þetta var svo ótrúlegt að upplifa þetta er bara einhelti þú veist, þetta er bara, ég veit ekki hvað þetta er
Nei. og þetta bara einhver maður sem að ég var búin að vera að móðga fyrir það eitt að vera formaður Stjörnunar og hafa staðið sig afburða illa stelpu mig. Já. Þannig að ég greinlega, fólk ber svo mikla virðingu fyrir mér að þegar ég mæti og gagnrýni fólk að þá líður fólki bara eins og bara páin í Róm eða eitthvað hafi gagnrýndi og þú ætlar bara að cancela honum. Þetta bara hatur sem fer að stað. Og þá eru foreldrar sem þurftu til dæmis að fara inn hjá Stjörnunni og biðja að þið færi fram lögregluransókn sem náttúrulega meikaði ekkert sens vegna þess að Stjarnan var svo oft búin að þurfa að líta inn í mína hegðun þegar ég var sakaður eitthvað og það var aldrei neitt. Þannig ef ég hefði verið tekin þá var Stjarnan líka sögótt af því að það var búið að kvarta og þau eru búin að fara yfir þetta. Þannig að þá eru þeir í þessu og þá svona þagnar þetta. Já. Og ég alltaf að pæla í fólki sem að reyna að taka þessa baráttu eða eitthvað svoleiðis og lætur beigjast undir þessu ógnarvaldi sem að til dæmis bara þessi háværi minnihluti sem svífst einskis á samfélagsmiðlum einhvern veginn hefur. Já.